Gott kvöld, velkomin í Bakkfréttir. Fólki sem hatar hunda hefur nú verið úthlutað sérstökum afgirtum reita á Klambratúni, þar sem það getur verið frjálst, leikið sér við hvert annað og skítið undir furutré. Tjáningarfrelsið verndar nú rétt fólks til að segja fordómafulla hluti. Að gagnrýna fordómanna er hins vegar talin árás á tjáningarfrelsið. Samkvæmt talsmanni þjóðernisflokksins er engin þversögn falin í því og hann segir frelsið vera heilagt svo lengi sem það er notað til að verja þá sem hafa sömu skoðanir og hann. Skóli lífsins hefur undanfarið verið í mikilli sókn og leitar nú að fleiri kennurum. Að sögn skólastjóra eru vinsælustu námskeiðin. Þú verður bara að horfa á einn gaur á YouTube sem útskýrir þetta. Ivermectin fyrir byrjendur og ég er ekki með fordóma enn. Og hann hvetur fyrrverandi og núverandi nemendur úr skóla lífsins á Facebook til að sækja um. Og þá að veðri. Haustlægðirnar nálgast hratt og íbúun höfuðborgarsvæðisins er ráðlagt að sýna stillingu, innri styrk og bjóða íbúum nærliggjandi húsa volga súpu áður en þeir verða fluttir í sérstakan óvissu gám. Þetta er þó ekki allslæmt. Því samkvæmt nýjum samningi verður öllum regndrópum sem falla á landinu safnað saman og þeir seldir sem Artisanal Icelandic Sky Tears í minjagripabúðum, sannkölluð búbót fyrir þjóðina. Þetta voru fokkfréttir kvöldsins. Veist þú hvað borgarstjórinn heitir án þess að googla það?